Mig langar að lesa hér stuðningsyfirlýsingu frá Jazzhátíð. Það er svo mikið að setja mér sem hvernig ber maður það frá. Jazzhátíð Reykjavíkur, ég held ég sé að lesa Fréttablaðið, einum að setur. Jazzhátíð Reykjavíkur harmar þá atlögu sem gerð að tónlistarlífi á Íslandi með niðurskurði á dagskrá í Ríkisútvarpinu. Það var þulur Ríkisútvarpsins sem opnaði heim jazzins fyrir Íslendingum fyrir margt löngu og þessi óhemja sem spunamúsíkin hefur alla tíð síðan gegnt mikilvægu hlutverki í dagskrá útvarpsins, til dæmis sem sáttasemjari í samlífi léttrar og þungrar tónlistar. Hefur verið mikilvægur bandamaður Jazzhátíðar Reykjavíkur frá 1990, enda hátíðin komin að undirlagi starfsfólks útvarpsins. Og lagt sig fram að miðla til landsmanna dagskrá sem endurspeglar það besta sem í boði á hátíðinni hverju sinni. Ekki má heldur gleyma því mikilvæga útbreiðslustarfi sem felst í að gera tónlist íslenskra listamanna aðgengilega fyrir Evrópu alla. Þessu getur enginn sinnt betur en Ríkisútvarpið. Varla þarf að minna á hversu alvarleg blóðtaka það fyrir alla tónlist í landinu að missa vikulegan þátt jazzmúsík þar sem að mikilli alúð hefur verið fjallað nýjasta nýtt af innlendum vettvangi og það sett í samhengi við alþjóðlega strauma og stefnur. Músík einhver mikilvægasta auðlind þjóðarinnar og það ótvíræð skylda Ríkisútvarps að sinna áfram af krafti endurnýjun hennar. Takk fyrir. Og þá vil ég bjóða velkomna Sigríði Ólafsdóttur, lífefnafræðing, Góðir fundamenn, bandamenn Ríkisútvarpsins. Alla ævi hef ég hlustað mikið á útvarp. Músík, leikrit, fræðslu, skoðanir, fréttir, menningar og samfélagsstraumar og upplýsingar utan úr heimi. Þar töluðu og tala enn, hugsuðir, fræðimenn, listamenn og leiðtogar þjóðarinnar, fólk sem á erindi til almennings. Dagskrárgerðarfólkið okkar tryggir að efni skili sér í hæfilegum skömmtum og að fyllt sé í eyður með spurningum og umræðum. Útvarpið hluti af mér og endurspeglar að hluta minn veruleika. En útvarpið hefur líka verið allt mögulegt annað en það sem ég þekki og kann skil á. Útvarpið hefur gert mig sólgna í tíðindi, menningu og frásagnir af mannlífi sem mér algjörlega framandi og ég vissi ekki að væri til. Ég fæ að heyra tónlist sem ég vissi ekki að mér þætti skemmtileg. Sögur sem vekja gleði og furðu. Hugmyndir sem ýta við mér og lifa í hausnum á mér lengi á eftir. Í útvarpinu menning og þverskurður á samfélaginu í öllum sínum fjölbreytileika. Þess vegna það svo mikilvægt. Í 3. grein laga Ríkisútvarpið segir meðal annars: Fjölmiðlaþjónusta Ríkisútvarpsins í almannaþágu hefur það markmið að mæta lýðræðislegum, menningarlegum og samfélagslegum þörfum í íslensku samfélagi með miðlun texta, hljóðs og mynda. Það stendur líka að fjölmiðlaefnið skal hið minnsta vera fréttir og fréttaskýringar, fræðsluþættir, íþróttaþættir, afþreyinga ýmsum toga, lista- og menningarþættir og sérstakt efni fyrir börn og ungmenni.
En fremur stendur í samningi Ríkisútvarpsins OHF og Mennta- og menningarráðuneytisins sem gildir til 2015 að Ríkisútvarpið skuli vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á málum sem efst á baugi hverju sinni eða almenning varða og miðla upplýsingum mikilvæg málefni líðandi stundar og þannig auðvelda fólki að taka virkan þátt í lýðræðislegri umræðu. Höfum þetta síðasta í huga þegar við minnumst þess að 4 af 8 umsjónarmönnum Kastljóssins var sagt upp í síðustu viku og 2 af 4 umsjónarmönnum Spegilsins, en þessir þættir eru öflugasti vettvangur gagnrýninnar umræðu í landinu. Í þessu ljósi enn undarlegra að skömmu fyrir uppsagnirnar var maður sem nátengdur stjórnmálaflokki ráðinn án auglýsingar til að annast léttan og skemmtilegan þátt á stað í sjónvarpsdagskránni þar sem áður hafði farið fram gagnrýnin umræða. Ríkisútvarpinu einnig falið að leggja rækt við íslenska tungu. Nú engin starfandi málfarsráðunautur í Ríkisútvarpinu. Allavega var það sagt mér. Í lögunum talað að sérstakt efni skuli vera fyrir börn og ungmenni. Með uppsögnunum í síðustu viku hefur allt barnaefni verið fellt niður í útvarpi. Tónlistardeild Rásar 1 hefur nánast verið rústað. Fyrir nokkrum misserum rættist ósk mín þegar sérstakur þáttur á Rás 1 var helgaður vísindaumfjöllun. Umsjón hafði dagskrárgerðarmaður sem hafði einstakt lag á að kynna flókin fyrirbæri fyrir almenningi á skýran hátt. Enginn annar fjölmiðlamaður hefur sinnt vísindum jafn vel og hann. Honum var sagt upp. Nú enginn starfsmaður hjá Ríkisútvarpinu sem sinnir vísindafréttum. Á sama hátt var starfsmanninum sem hefur sinnt náttúruvernd og umhverfismálum af krafti margra ára skeið, honum var líka sagt upp. Við uppsagnirnar í síðustu viku ekki að sjá að neinni stefnu hafi verið fylgt. Var virkilega stefna að hætta að fjalla vísindi og umhverfismál? Hætta að hafa barnaefni í útvarpinu? Var það til að spara? Uppsagnirnar holt og bolt sýna að Ríkisútvarpinu ekki vel stjórnað. Í fjárlagafrumvarpinu hafa stjórnvöld gefið í skyn að minnka fjárveitingar til Ríkisútvarpsins. Í lögum Ríkisútvarp stendur að einstaklingar og skattskyldir lögaðilar skuli greiða 18.800 krónur í útvarpsgjald. Þetta stendur í lögum landsins sem Alþingi hefur samþykkt. Ég fór inn á vef ríkisskattstjóra þar sem tímaritið 10 og þar kom fram að í landinu væru 37.000 lögaðilar og 270.000 skattgreiðendur. Og ef maður margfaldar þessar tölur með 18.800 þá gefur það 5,7 milljarða króna. Í ársreikningi fyrir árið, það 12 mánaða reikningur árið 2012, stendur að þjónustutekjur séu 3,1 milljarður og auglýsingatekjur 1,8 milljarðar. Hvað varð 2,6 milljarðana til viðbótar sem Ríkisútvarpið átti að fá samkvæmt lögum? 2,6 milljarðar. Fjárlög og lög landsins eru samningur við skattgreiðendur. Ég sé ekki betur en að stjórnvöld sé að svíkja sinn hluta samningsins og sé að fremja lögbrot. Ástæðurnar fyrir því að ég stend hér í dag eru 2 spurningar sem ég vil fá svarað.
Það í fyrsta lagi, eru stjórnvöld að stela nefskatti landsmanna og nota hann til annarra starfsemi sem algjörlega óskyld útvarpsrekstri. Og í öðru lagi, til einhver réttlæting á því af hverju tilteknum starfsmönnum útvarpsins var sagt upp í síðustu viku, eða með öðrum orðum, hver stefna stjórnar og yfirmanna útvarpsins við uppsagnir starfsmanna. Í grein í Fréttablaðinu í gær, sem rituð var af stjórnarmanni Ríkisútvarpsins, sagði meðal annars: stjórn útvarpsins ákvað á fundi sínum í síðustu viku að nauðsynlegt væri að skerpa dagskrárstefnu Ríkisútvarpsins og gera stefnu stofnunarinnar miklu sýnilegri og skiljanlegri almenningi. Ég spyr, hefði ekki verið ástæða til að skerpa á dagskrárstefnu Ríkisútvarpsins áður en ákvörðun var tekin upp að segja upp 60 starfsmönnum? Ég held að almenningur skilji ágætlega hvað Ríkisútvarpinu ætlaði að gera, en spurningin hvort að stjórnendur útvarpsins geri það. Ég skora því á stjórn útvarpsins að láta stjórnendur afturkalla uppsagnirnar og segja engum upp þar til stefnan hefur verið ákveðin. Ég skora á fjármálaráðherra að hætta að svíkja mig og aðra skattgreiðendur nautnin af góðu Ríkisútvarpi fyrir fé sem að lögum samkvæmt á að renna til Ríkisútvarpsins. Sigríður Ólafsdóttir, skýrt og skorunárt. Þetta engin geimvísindi. Það búið að afmarka tekjustofna sem að duga alveg ef þeim ekki stolið á leiðinni.